Halló, halló. Gott að sjá ykkur. Og allir séu orðnir spenntir að fara út og tilbúnir að fara út. Óli var að senda post áðan, Ólafur Björn. Bara lesið vel í gegnum hann fyrir ferðalega morgun. Þetta hérna myndband ekki nauðsynlegt að horfa á, en þetta er bara nokkri punktar fyrir æfingarhringinn sem gott er að kíkja á ef að ykkur vantar hjálp eða viljið eitthvað aukalega í undirbúningi fyrir mótið. Búin að fá nokkrar spurningar völlinn og mótið og vildi koma með nokkra punkta sem að þið getið nýtt ykkur ef þið viljið. Þannig að til að byrja með ætla ég að deila skjánum mínum. Hérna. Og ég veit að einhverjir nota Upgame, þar sem að hægt er að nota gögn úr sínum eigin leik til að búa til leikskipulag. Sumir nota Decade Golf eða hafa verið að nota það og öllum er náttúrulega velkomið að nota þjálfarana sína eða þær áskriftir sem að þau eru með til að búa sér til leikskipulag og þá er þetta myndband kannski minna hjálplegt. En ég ætla að sýna ykkur það sem hægt er að gera án þess að vera með aðgang að neinu og hægt að gera bara alveg sjálfur frítt. Þannig að allir ættu að geta farið inn á pgaroeira.com og fundið völl númer 2. Ég ætla bara að taka hann sem dæmi. Mér skilst að það sé völlurinn sem við erum að spila í fyrsta mótinu. En þar er hægt að sjá þessa yfirlitsmynd og ég tók bara hérna nokkra punkta hlutir sem gott er að kynna sér fyrir æfingarhringinn. Hver er heildarmyndin af vellinum? Getum séð það hér. Bara gott að sjá hvernig hann lítur út og síðan erum við líka með hér. Þetta er aðeins öðruvísi vinkill. Held að hann snúi svona. Google Earth er mjög hægt akkurat núna, þannig að þetta myndband gæti tekið aðeins lengri tíma en ég myndi vilja, bara ef að Google Earth var að haga sér eins og ég vill. En þetta er satt fyrsta holan hérna, önnur. Vonaði sjáu að þetta er hérna sami völlurinn, vatnið hérna, þar sem önnur og sjötta eru. Þannig að þetta er völlurinn sem við erum að fara að spila og gott bara að horfa yfir og sjá hvernig útlitið er á vellinum. Þeir geta litið mismunandi út og maður getur fengið bara svona góða mynd af því hvað er að gerast. Við sjáum að það er mikið af hólum sem eru bara einar á sér, eins og fyrsta. Það er engin hóla við hliðina á, það er bara hús og sundlaugar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að maður sér strax að það eru vallarmörk sennilega að fara að vera á mörgum hólum. Við sjáum að það eru tré sumstaðar, þar sem að húsin eru kannski ekki alveg upp við brautirnar. Það eru mikið af trjám. Það eru nokkur vötn sem við sjáum örugglega betur á þessari hérna mynd. Þar eru þau öll svona blá og falleg. Þannig að við erum með vötn, við erum með tré, við erum með vallarmörk. Brautirnar virka svona, bara í allri hreinskilni svona frekar þröngar og grínin ekkert svakalega stór, ekkert pingulítill en svona örugglega aðeins minni en í meðallagi. Ekki mikið af glompum, allavega ekki brautaglompum sem maður sér. Já, maður sér það betur hérna. Þær eru nokkrar. Þannig að án þess að greina hverja hólu fyrir sig, þetta eru svona nokkuð mynstur sem við sjáum. Hvað meira? Hvað mun vera mikilvægt að gera vel? Þannig að ef ég ætti að giska til að spila hennar völl vel,
Það eru nokkrar holur þar sem að maður þarf að slá þokkalega beint. Það eru vallamörk báðum megin og ef maður kemur honum ekki hérna inn fyrir til dæmis á fyrstu trjálínana þá getur maður verið í vallamörkum, þannig að ég myndi segja geta komið boltanum í leik. Það eru tré hérna og þegar maður með eins og hér 18 holur þar sem eru einhver tré að það munu sennilega allir vera í trjánum á einhverjum tímapunkti, þannig að ég myndi segja að maður þurfi að vita hvað maður er að gera þegar maður er í trjám og þegar að grínin eru aðeins minni en oftast og þú ert með tré að þá þarf yfirleitt að vera góður í að vippa í kringum grínin því að maður hittir þau ekkert oft þótt að maður sé kannski á brautinni ef að grínin eru lítil þá er maður erfiðara með að hitta þau. Þannig að vippin sennilega fara að skipta svolitlu máli til að geta spila vel. Þannig að það varu hlutirnir sem þarf að gera til að spila vel. Lengd vallarins skilst að hann sé ég með skórkortið hérna. 6.367, þannig að það er bara mjög svipað á Hvaleyrarvöllur af öftustu teigum. Þannig að eitthvað sem að við erum ágætlega vön, allavega einhverjir, og síðan voru bláir teigar hjá konunum, það eru 5.300, þannig að líka svipað á Hvaleyrarvöllur af hvítum og bláum, eða öftustu 6.3 og bláir held í 5.4. Mjög gott. Þá erum við með lengdina, þannig að bara fínt að vita viðmið hvað eru vellir sem við spila sem svipaðir í lengd. Veðurspáin í mótinu og örugglega bara veðurspáin í Portúgal. Síðustu misseri hefur verið svolítið að rigningu, þannig að völlurinn er sennilega blautur þegar við byrjum mótið. Eða mætum á svæði og var ég ekki með eitthvað hérna. BR.no, alveg sama hvaða veður spáði skoðið, en þetta er kortið akkurat núna, þannig að það verður einhver rigning 3 til 6 metrar á sekúndu og kíkjum bara hérna, þetta myndi vera fyrsti keppnisdagur. Margar breytilegar vindáttir en einhvers konar rigning. Þannig að þetta er bara hlutir sem gott að vita. Það mun vera vindur, það mun vera frá breytilegum áttum, þannig að við getum kannski ekki sagt fyrir allar holurnar að það mun vera sami vindurinn allan tíman. Þurfum að vera smá vakandi bara í hvert skipti sem við erum að spila hvernig vindurinn er. En það mun sennilega vera blautur, þar að leiðandi aðeins minna rúll. Og við tökum það bara inn í reikningina með að við erum að setja upp okkar leikskipulag. Nú, ég er inn á Google Earth þegar ég er inn á þessari mynd. Það geta allir fundið þetta, þeir eru með best að gera þetta í tölvu. Og ef þið viljið fá hjálp með þetta þegar við erum komin til Portúgal, við erum með þarna dag fyrir æfingarhringinn þar sem við getum farið ítarlega yfir völlinn sem er mjög gott að gera áður en maður spilar æfingarhring, að geta komið inn í hringinn með einhvers konar áætlun og þá notað æfingarhringinn til að prófa áætlunina okkar og síðan gert breytingar að þeirri áætlun ef það eru einhverjir hlutir sem að koma okkur síðan á óvart. Þannig að ég ætla bara að fara í gegnum fyrstu holuna eins og ég myndi gera það í gegnum Google Earth og þið getur prófað ykkur áfram ef þið eru með aðgang að fartölvu og þá bara sérstaklega örugglega þarna 11. Eða ef að þið viljið eitthvað hjálp með þetta þá mun ég vera með ykkur í Portúgal og við getum kannski farið saman yfir einhverjar holur þeir sem vilja. Þannig að ég ætla að byrja bara á fyrstu holunni. Ég veit hvað hún er eftir að horfa þarna á yfirlitsmyndina og þið verðið bara
vera þolinmóða með mér að fara í gegnum þetta af því að Google Earth er eitthvað mjög hægt eins og sem að getur gerst. Spurning hvort það sé líka tölvan mín, ég veit það ekki, hún hefur nú alltaf verið talsvert hraðari en akkurat núna á þessum stað. En mér finnst gott að kíkja á brautina bara eins og ég væri að lesa bók frá vinstri til hægri og ég get farið hérna efst upp í reglustikuna. Measure distance and area. Ég íti á það og þá get ég valið hvar ég byrja. Og við getum reiknað með því að hvítutegarnir er alltaf á aftasta tegnum sem við sjáum. Það er aðeins erfiðara að meta bláu tegana af því þeir eru ekki að fara að vera fremst, þeir eru ekki að fara að vera aftast, einhvers staðar mitt á milli. Það er hægt að nýta sér, ef maður er á bláum tegum, bara hérna lengdina 341, mæla frá gríninu eftir miðri braut og finna þaðan hvar á tegnum 341 metri myndi vera og síðan að byrja að mæla þaðan. Það er aðeins erfiðara ferli en það er líka bara hægt að giska. Bláu tegarnir eru einhvers staðar hérna á milli fremstu og öftustu tegum. Byrjum á hvítu tegunum. Ég myndi bara velja mér punkt. Og hérna myndi tegurinn vera. Ég verða að áætla hversu langt ég slæði sirka með driver. Bara til að reyna að hafa þetta einfalt, þá ætla ég að fara bara í 250 metra. Það er eflaust högglengdin hjá einhverjum slá kannski styttra eða lengra. En ég ætla að finna þann stað hérna í vinstri kantinum sem að ég held að ég get slegið og samt fundið boltann minn. Það þarf ekki að vera vinstri kanturinn á brautinni, við getum alveg spila golf þótt að við sláum einn og einn bolta hérna í trén. Þurfum bara að passa, við getum ekki spila golf ef við erum komin inn í sundlaugina hérna vinstra megin. Þannig að ég reyna að finna einhvern stað þar sem að ég er alveg nokkuð viss að sé inn á vellinum. Og ég ætla að áætla hérna rétt vinstra megin við gangstíginn. Hérna er ég í lagi, 250 metrum. Þá vistar hún þann punkt. Síðan ætla ég að fara yfir brautina og finna annan stað hægra megin sem að ég get áætlað að ég finna allavega kúluna mína þótt að ég sé í trjánum. Og virðist vera að ég sé með allavega, hvað var að segja, 65 metra, ég fer inn í 315. Það held ég. Ég held að þetta sé það lengsta hægri sem að ég er tilbúinn að taka áhættu á að fara. Síðan fer ég tilbaka, þá ætti þetta að enda sem 565 ef að línan var alveg hornrétt. Þetta er eins og þessi að taka aðeins lengri tíma. Close shape. Já, nei, ég gerði 3 mínútur lengra, en þessi þarf að fara aðeins tilbaka, en þetta er alveg að verða nógu nákvæmt. Þannig að þetta væri, ef ég slæði 250 með driver, þá myndi ég alveg sætta mig við þetta. Og síðan er bara okkar að meta, getum við slegið, þarna á milli með driver. 65 metrar, það er það bil 33 metrar hægri og vinstri. Ef við myndum slá 10 bolta gætum við haldið öllum boltunum okkar þar. Og spurningin þarf ekki að vera hitti ég brautina í hvert einasta skipti, en er ég að ná að sleppa við vallarmörk vinstra megin og hægra megin með þessar ákvörðun. Og ef að svarið er nei, þá gæti verið þess verið að taka kilvu sem styttri til þess að reyna að halda boltanum í leik. Annars finnst mér líka mjög gaman. Fyrst alveg að færa þetta. Ef ég fer hérna í 3D,
þá kemur upp þrívítamynd. Sem að ég get síðan fært til, sem að ég að gera hérna. Og markmiðið með þrívítamyndinni, eins og hún hjálpar mér, að ég get þá reynt að sjá hvernig lítur þetta teighögg út með þessum mælingum sem ég búinn að setja inn. Og þetta smá þolinmæðisvinna og að gera þetta fyrir 18 holur, þið getur örugglega ímyndað ykkur að tekur smá tíma og vinnu. En líka þegar að ég mæti þá í æfingarhringinn að ég get verið nokkuð viss hvernig völlurinn lítur út, hverju ég að fara að búast við þegar kemur að lengdunum á holunum, hvað get ég slegið á hverjum teig. Nú ég kominn með þokkalega gott útsýni yfir brautina og ég ætla þá að ýta á þessa línu til að fá upp punktana sem voru áðan. Þá get ég séð hérna frá þessum teig og ég ætla að halda áfram að vera þolinmóður á meðan að þetta eins hægt og það Þannig að stoppa það núna. Ok, þannig að nú ég nokkurn veginn beint fyrir aftan. Ég ætla að ýta á línuna, gulu, til að fá upp punktana aftur. Koma svo. Koma svo, Google Earth. Koma svo. Þú getur þetta. Góðir hlutir gerast hægt. Ég verð jafnvel bara að fara að kíkja á netsambandið í Hraunkoти með þetta. Vá. Þarna. Ok. Þannig að nú ég bara með skýra mynd af teghögginu, hvernig það lítur út. Hérna væru vallarmörkin vinstra megin. Hérna væru vallarmörkin hægra megin og ég sé það að ég ekki með útsýni yfir alla þessa hluti. Ég sé það strax að ég myndi vilja, með við opið sem hérna á milli trjánna, ég myndi vilja tía upp hægra megin á þessum teig, af því að þessi tré eru klárlega að koma inn í sjónlínuna mína og ég vil ekki reyna að slá í þau endilega beint af teignum. Ég sætti mig alveg við það þótt að boltinn minn rúlli hérna út fyrir brautina eða fljúgi inn í trén hérna fyrir aftan og það mun ennþá verið í leik og ég ennþá nálægt gríninu, en leið að ég flýg í þetta að þá ég 400 metra eftir, ennþá eftir fyrsta höggið. Þó eins ég leik að ég vil freka fara í trén hér heldur en hér, þannig að ég myndi tía upp hægra megin og stefnan mín, ég sé það, ég vil reyna að slá á hægri kantinn á bunkernum við grínið. Vonandi sé ég þá af teignum. Ef ekki, ef að það flaggstang á gríninu, ég verð að gera mig grein fyrir hvar hún og það getur verið að ég sé að miða beint á hana ef hún á miðju gríni. En þarna veit ég nákvæmlega ef að ég slæ 250 metra með driver, ég get haldið honum inn fyrir 65 metra svæði, á 33 metra vinstri, 33 hægri, þá ég að fara að slá hennan driver á hægri kantinn á bunkernum. Þannig að þetta væri teighöggið á fyrstu, síðan get ég farið alla leið upp að gríninu sem að mun örugglega taka aftur smá tíma, þannig að ég geti farið í auglýsingahlé, náði eitthvað að borða
Hérna flötin og ég vil bara byrja að horfa á hana. Bunkera hérna vinstra megin fyrir framan. Ég sé það strax að nema að sé einhver ótrúlegur halli í flötinni sem að ég sé ekki hérna. Sennilega stutt hægri, rétt hægra með grínið að fara að vera besti staðurinn til að missa hann ef ég missi grínið. Ekki að það sé hugarfarið mitt á meðan ég stend yfir boltanum að slá, en get gert ráð fyrir því bara núna þegar ég að horfa á hlutina. Ef ég lendi í vandræðum inn í trjánum og ég get ekki slegið beint yfir bunkerana og það ég þarf að halda honum lágum, að kannski get ég reynt að slá yfir grínið vinstra megin. Hægra megin segi ég. Hérna 29 metrar. Þannig að ég tek beina línu. Grínið svona 26-7 metrar á dýpt. Þannig að ef ég með á mitt grín þá ég með 13 metra, stutt og langt. Og ég með einhverja 19 metra á breidd, 18-19 metra. Þannig að það eru svona 9 metrar hægri og vinstri sem ég get slegið. Miðað við það að brautin 416 metrar, ef ég slæ 250 metra af teig, þá ég það byrja 160 metra eftir. Og þá bara ef að ég að slá 160 metra högg, get ég stjórna lengdinni nógu vel til að vera 13 metra frá í lengd. Ef ég vel mér skotmark á mitt grínið, get ég það. Og síðan get ég haldið honum frá 9 metrum, hægri og vinstri. Sennilega, mér finnst ég vera það góður. Þannig að ef að pinnin aðeins nær kantinum, þá get ég kannski fært skotmarkið aðeins frá miðjunni að flagginu. En mögulega ekki ef að pinnin alveg upp við kantinn, alveg við þennan bunker, að þá þarf ég sennilega frá 160 metrum að vera aðeins nær miðjun á gríninu. En þessi hlutir fer svolítið eftir einstaklingnum og hvernig þið hugsið á golfvellinum sjálfum. Síðan hægt að gera þetta fyrir allar brautir á vellinum og eins og ég segi, ef þið viljið einhverja hjálp með þetta þegar við erum komin út þarna á 11. apríl, undirbúningsdagurinn fyrir æfingarhringinn, að endilega tala við mig eða Axel og við getum reynt að hjálpa ykkur í þessum undirbúning fyrir æfingarhringinn. Og þá á æfingarhringnum að við getum bara einbeitt ykkur á því að spila eftir áætlunin okkar og þá gert breytingar að henni lokinni. Það sem að ég vil kannski líka benda á, ef að ég fór ekki yfir það. Þannig að við erum að skoða hvað langt á milli vandræða, ekki endilega hvað brautin breið, bara hvar vatnið og out of boundsið. Ekki endilega, þetta ekki spurning að hitta brautir, heldur koma boltanum í leik og síðan að kunna vita hvað á að gera þegar við erum í vandræðum. Hvað flötin stór, kíktum á það, hvað í kringum flötina, reyna átt að segja á því, hvaða hluti gætu komið á óvart. Við getum mælt völlin alveg fullkomlega og þannig sé að vita nákvæmlega hvar ég get og get ekki verið, en áður en við komum á staðinn, við vitum ekki til dæmis hversu harðar eða mjúkar brautirnar eru eða þá grínin. Við vitum ekki landslagið, það er örugglega stærsti hlutinn, að við getum verið búin að tala 250 metra högg og þá á ég bara 160 eftir, en síðan gæti holan verið 30 metra upp í móti og þá 250 metra teygið okkar orðið mun styttra og innáhöggið okkar orðið mun lengra. Þannig að það eitthvað sem að gæti komið á óvart þegar við erum að setja upp svona leikskipulag. Og veður dagsins getur líka verið eitthvað sem við þurfum að taka tillit til og þá þegar við erum að tala þetta 250 metra teighögg
að það kannski ekki driver ef að við erum í 10 metrum á sekúndu og við erum í blúsandi meðvind. Þannig að það hægt að ímynda sér þessa hluti líka þannig að við séum ekki bara með leikskipulag og tökum einhverja ákvörðun og gleymum síðan að það getur skipt máli hvort það sé upp eða niður í móti eða ef að það síðan ef að þessi yfirlitsmynd sem var tekin á fyrsta tréð sem var vinstra megin, að það getur verið búið að skera það niður eða það getur verið búið að vaxa síðustu 6 ár síðan að myndin var tekin. Að það margt sem að getur komið á óvart og þá líka gott, þótt að maður sé með góða áætlun, að geta brugðist við hlutum þegar þeir eru að breytast. Þannig að fyrir þá sem að horfa á þetta, bara góð þolinmæði að fara með mér í gegnum þetta. Annars látið þið vita ef þið eru með spurningar og þið getið sendt á mig ef þið vitið hvað þið viljið vita frá okkur og ég get þá verið búinn að rannsaka það eitthvað á undan áður en við komum á þennan dag þarna fyrir æfingarhringinn. Ég held að þetta sé völlurinn sem við erum að spila 12. og ég reyni síðan að vera með einhvers konar niðurbrot á hinum vellinum þá 16. apríl. Endilega hafið samband ef þið eru með einhverjar spurningar varðandi einhver af þessum hlutum og takk fyrir mig. Sjáumst á flugvellinum.